Áfengissala á Íslandi hefur stóraukist mæld í hreinum alkóhólítrum frá því að bjórinn var leyfður. Í dag, 1. mars, einmitt 20 ár frá því að það gerðist. Hvort sem það bjórnum að kenna eða ekki, þá hefur salan aukist úr rúmum 5 lítrum í 7,5 lítra af hreinu alkóhóli á mann á ári. Það allt önnur þróun en á hinum Norðurlöndunum. Ísland var það land á Norðurlöndunum þar sem minnst seldist af áfengi á mann ásamt Noregi fyrir 20 árum. En á undanförnum árum hafa Íslendingar fæst hratt upp listan og voru í 4. sæti árið 2006 samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands. Á sama tíma hefur dregið úr áfengissölu eða hún aukist mun minna á hinum Norðurlöndunum. En förum nú aftur til ársins 1988 í maí þegar bjórfrumvarpið var það bil að verða að lögum. 13 þingmenn greiddu atkvæði með frumvarpinu en 8 gegn því, en bjórinn hafði verið bannaður síðan 1. janúar 1915. Ólafur G. Einarsson var fyrsti flutningsmaður bjórfrumvarpsins, en Svavar Gestsson var einn harðasti andstæðingur bjórsins í efri deild. Bjórfrumvarpið varð síðan að lögum frá Alþingi 10. maí 1988. Miðvikudaginn 1. mars árið 1989 rann svo upp sá dagur að sala á bjór yrði lögleg á Íslandi. Óhætt að segja að mikil eftirvænting hafi ríkt hjá landsmönnum, en margir voru líka áhyggjufullir yfir því að Íslendingar kynnu ekki að umgangast bjórinn. Biðraðir mynduðust víða við vínbúðir á TVFR og í ríkinu við Snorrabraut var fullt út að dyrum þennan vetrarmorgun. Erfitt var að koma bjórstaðunum fyrir í versluninni sem afgreiddi vínföngin til viðskiptavinarins yfir búðarborðið. Við rennum alveg blink í sjóum með það hvað við seljum. Þú hefur verið talsverð ös hér frá klukkan 9 morgun. Býstu við því að þetta verður svona í dag? Nei, þetta fjarar út og verður svona, það verður náttúrulega trafík en ekki eins og var strax klukkan 9. Hvernig líst þér á að bjórbanninu skuli hafa verið aflétt? Mér finnst það ágætt fyrir vínarparti, ég hérna núna, hvernig þarf að drekka meira. Þú mætir hérna rúmlega 9 og kaupir bjór? Já, ég ekki smakka bjór svo lengi. Ég mjög ánægður og vona að fólk nýti sér þetta bara vel og meðhöndli þetta nýja frelsi vel. Ert þú hérna vanur að mæti ríkið klukkan rúmlega 9 á morgnana? Nei, veistu það, ég hef aldrei mætt svo snemma. Þetta er fyrsta skipti. Er það dag 1. mars sem stjórnar gerðinu núna? Það er 1. mars og ég býstu því að muni fleiri koma hérna eftir. Á veitingahúsi í miðbæ Reykjavíkur var bjórnum fagnað með viðhöfn á hádegi og Magnús L. Sveinsson, forseti borgarstjórnar Reykjavíkur, tók til máls. Mér það mikil ánægja að klippa nú á 76 ára gamalt ölbann á Íslandi. Fyrstu löglegu soparnir. Það var að taka það rólega og varlega fyrst. Á meðan maður að læra á menninguna. Þú að vera hérna sneisa fullt af fólki að koma hérna klukkan 11:30 og plantaði sér hér á borðin. Við byrjum að servera hérna 12-leytið. Og Hvað drekkur fólk? Hvað drekkur fólk í hádeginu í dag? það drekkur hérna löðumbrábjór. Það er eina sem við höfum upp á bjóða núna, það er ein tegund. Við fengum ekki fleiri tegundir. Afnám bjórbannsins hér á landi vakti mikla athygli erlendis og menn áttu erfitt með að skilja hvers vegna sala á bjór var bönnuð á meðan öll önnur áfengissala var leyfð. Þeirra á meðal var bandaríski fréttamaðurinn Bob Jamieson sem var hér á vegum bandarísku sjónvarpsstöðvarinnar NBC. Though the hard stuff has been legal in Iceland since 1933, beer sales were still prohibited to appease the powerful temperance movement in this staunchly Lutheran country. Never mind that over the years, the small population has gained a well-earned reputation for hard drinking. I think when you consider that Iceland is the last country outside the Islamic world to serve real beer, that by itself is significant. Plus, you have the interesting, curious situation where hard liquor has been legal in this country for a long time, beer has not. And then when you add the fact to that there is some sort of a dispute over whether or not beer should be legalized. It makes for a very interesting story for us. Plus, of course, the summit put Iceland on the map, and we spent a lot of time here and did extensive coverage, and so Americans know a great deal about Iceland.
mit euch bereit. Macht die Kehle weit. 1, 2 und 3. Og svo leið dagurinn og kvöldið og gríðarleg stemning var á hinum ýmsu krám í miðborginni. Á þessum myndum að sjá hvernig ástandið var miðnætti. Fólk dansaði upp á borðum og söng erlenda slagara, þrátt fyrir að það væri miðvikudagskvöld og vinnudagur daginn eftir. Eins og þeir muna sem eru eldri en fertugt í dag, þá nýttu Íslendingar sér ýmsar leiðir til að fá notið bjórstemningarinnar á veitingahúsum áður en bjórinn var leyfður. Til dæmis var boðið upp á svokallað bjórlíki sem samanstóð af vodka og léttum pilsner. En flestum þótti þessi drykkur frekar bragðvondur í samanburði við hinn eiginlega bjór. Lítum nú á hvernig áfengisneysla Íslendinga hefur breyst á þessum 20 árum. Mjög hefur dregið úr sölu á sterkum vínum frá því 1989. Þá seldust 2,14 lítrar á íbúa en árið 2007 voru þeir 1,15. Á sama tíma hefur sala á léttum vínum aukist úr 0,57 lítrum á íbúa í 1,61 lítra. Og af bjór úr 1,42 lítrum á íbúa í 3,12 lítra, ef þetta er mælt í hreinum vínanda. Frá 1. mars árið 1989 og til ársloka seldust 6,9 milljónir bjórlítra hér á landi, en heldur dró úr sölunni næstu ára á eftir. En frá 1998 hefur eiginlega orðið sprenging í bjórsölu og hún tvöfaldast og farið úr tæpum 11 miljón lítrum í tæpa 20 milljónir lítra árið 2007. En hverfum aftur til 1. mars árið 1989. En þann dag seldust hvorki meira né minna en 340.000 dósir af áfengum bjór og margir voru áhyggjufullir. Það var alveg ljóst að það var veruleg drykkja í landinu í gær. Það lesaði í einu dagblaðinu í dag að 340.000 dósir hefur selst á þessum fyrsta degi, sem þýðir auðvitað ekkert endilega að hann hafi allur verið drukkinn í gær. En þetta er verulega mikið magn engu að síður sem þarna fer út á skömmum tíma. Ég held að við verðum að gefa okkur nokkrar vikur áður en við förum að draga ályktanir. Það er svona búið að magna upp ákveðna stemmingu undanförnum vikum og dögum fyrir þessu og þetta er dagurinn í gær og kannski næsta helgi verða að skoðast í því ljósi. Þegar maður koma út úr því síðan hægt að fara að meta. Þá hafði verið hrundið af stað öflugum áróðri gegn bjórdrykkju og akstri. Valgeir Guðjónsson samdi lagið Ég held ég gangi heim sem skaust fljótt upp vinsældalistan. Í fréttaaukanum á næstunni verður fjallað áfengisvandamál á Íslandi og fylgst með viðeigandi meðferð sem þúsundir Íslendinga hafa farið í gegnum á Vogi, meðferðarstöð SÁÁ.